Halló krakkar og gleðilegt nýtt ár. Verið innilega velkomin í Sunnudagaskólann. Nú erum við svolítið farin að hlakka til að bráðum fáið að koma til okkar í kirkjuna. En þangað til skulum við halda áfram að syngja saman heima í stofu. Eigum við ekki byrja á að syngja Daginn í dag, það er svo langt sem við tekið það lag saman. Syngja hátt og snjallt með. Daginn í dag, gerði Drottinn Guð, gleðjast ég vil og fagna þennan dag, Daginn í dag, gerði Drottinn Guð, gleðjast ég vil og fagna þennan dag, Daginn í dag, gerði Drottinn Guð. Einu sinni fyrir löngu síðan, 2000 árum, var maður sem hét Bartimeus. Bartimeus, hann var blindur, sem þýðir að hann gat ekkert séð með augunum sínum. Það var svolítið erfitt fyrir hann, en vitið þið hvað var líka mjög erfitt? Allt fólki í kringum hann, það trúði því að Bartimeus gæti eiginlega ekkert gert af því hann væri blindur. Og eina sem hann mátti gera var að sitja við veginn og betla. Það er að biðja fólk að gefa sér mat eða pening. Og þetta var það sem Bartimeus gerði alla daga. Þetta var ekki gott líf. Einn daginn þá heyrir Bartimeus að maður sem heitir Jesús er að koma í bæinn hans. Og Bartimeus hafði frétt það að þessi Jesús gæti gert kraftaverk og hann hefði læknað ótrúlegasta fólk. Bartimeus hugsaði, ég læt ekki þetta tækifæri framhjá mér fara. Svo hann byrjaði að kalla. Jesús, hjálpaðu mér! Og þegar hann byrjaði að kalla, þá byrjaði fólki í kringum hann að sussa á hann. Segja, Bartimeus, ekki þessi læti. Þessi Jesús, hann vill ekki tala við fólk eins og þig. En Bartimeus, hann var hugrakkur og hann lét ekki þagga niðri sér. Hann stóð á fætur og hann hrópaði ennþá hærra. Jesús, hjálpaðu mér! Og Jesús heyrði í honum og hann kom til hans og hann vildi ekki sussa á hann. Hann horfði á Bartimeus og sagði, Bartimeus, hvað get ég gert fyrir þig? Og Bartimeus sagði við Jesú, mér langar til að fá sjón. Og þá horfði Jesús á Bartimeus og sagði, mikið átt þú sterka og flotta trú. Þú ert hugrakkur, Bartimeus. Og af því að þú trúðir og þú barðist fyrir þínu, að þá færðu líka sjónina þína. Og þá byrjaði Bartimeus að finna að hann gat séð. Og þarna breyttist líf hans algjörlega og allt í einu mátti hann gera allt sem hann langaði. Í dag er til fullt af fólki sem sér ekki og við getum kannski ekki gert kraftaverk eins og Jesús, en við getum samt spurt eins og Jesús, hvað get ég gert fyrir þig? Og kannski getum við bara gert heilmikið. Kannski getum við hjálpa fólki að lifa lífinu eins og það vill ef það þarf bara á smá aðstoð að halda. Elska Jesú svo dásamleg, elska Jesú svo dásamleg, elska Jesú svo dásamleg, elska svo dásamleg. Og hendur upp. Svo há, ég kemst ekki yfir hana svo djúp, ég kemst ekki undir hana svo víð, ég kemst ekki út úr henni, elska svo dásamleg. Elska Jesú svo dásamleg, elska Jesú svo dásamleg, elska Jesú svo dásamleg, elska svo dásamleg. Hvað komast það átt? Svo há, ég kemst ekki yfir hana svo djúp, ég kemst ekki undir hana svo víð, ég kemst ekki út úr henni, elska svo dásamleg. Rebbi, hlustaðu. Ég ljós heimsins, þau sem fylgja mér munu ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Almáttugur Solla, ertu komið í hita? Ertu með beinverki eða hvað þú veist? Nei, ég nú bara að lesa í Biblíunni Jesú. Jesú, já, ég held að voru að tala sjálfa þig. Jú, einmitt, Jesús ljós heimsins, það hef ég heyrt sjálfur, Sunnudagaskóla reppin. Jesús getur lýst öllum heiminum.
Halló. Hvernig getur eitt ljós lýst öllum? Heimurinn alltaf stór til að eitt ljós dugi fyrir alla. Það augljóst. Sko, já, Solla mín, þetta geti útskýrt. Nú. Jesús ljósið í hjartanu okkar. Hann eins og vasaljós inn í okkur. Já. Eins og vasaljós getur hjálpað okkur að sjá hvert við eigum að fara, getur Jesúljósið sýnt okkur hvað við eigum að gera. Já, hérna hér. Það skal ég segja þér, Ebbi. Það er rosalega erfitt að ganga í myrkri og hafa ekkert ljós. Ekki einu sinni vasaljós eða kertaljós. Einmitt. Svo hefur verið svolítið týnd og Já. vitum ekki hvað við eigum að gera. Þurfum við bara að biðja Jesú að kveikja á Jesúljósinu í hjartanu okkar og þá getum við séð hvað er best að gera þannig að öllum líður vel. Frábært ráð, Ebbi. Veistu það að stundum getur maður gleymt því að vera góður við aðra. Já. Ég hef lent í því, Ebbi. Það var ekki gott. Mér leið líka illa eftir á. En þetta minnir mig nú á söguna sem við heyrðum áðan af honum Bartimeusi. Hann fékk ljós Jesú beint í hjartað. Já, hann hrópaði alveg, Jesús! Svakalega hefur hátt. Það fyrirgeðu vinkona, ég á það til að lifa með óvinni mikið inn í góðasögur. Það vita kannski ekki allir að ég hef heilmikinn listrænan streng. Þú leynir sko á þér. En finnst þér ekki eins og Jesús hafi eiginlega sent ljósið sitt í augu Bartimeusar blinda og allra hinna líka. Hann lét fólki sjá Bartimeus betur og fatta að hann væri dýrmætur og flottur. Mér fannst Bartimeus sko mjög hugrakkur. Já, heldur betur, það er mjög erfitt að gefast ekki upp þegar aðrir eru að segja mann að hætta. Já. En veistu hvað? Jesús sagði líka að við ættum að vera ljós og láta ljósið okkar lýsa öðrum. Við getum hjálpað öðrum alveg eins og Jesús gerði. Já, við getum það svo sannarlega. Sko ég get verið kurteis við kennarann minn og skemmtileg við krakkana í skólanum mínum og svo get ég líka leikið fallega við bróður minn. Stundum allavega. Þá ég að láta Jesú ljósið inn í mér skína. Það er skemmtilegast að leika sér þegar allir eru með Elska Jesú, svo dásamleg. Jæja, Rebbi, við höfum ekki tími í þetta söngl. Við þurfum að fara út, að vera hugrakk og góð við aðra. Já, here I come to save the day. Þú ert svo klár í útlensku. Takk, ég búin að hafa mjög mikið. Thank you very, very much. Bye bye. Bless, krakkar. Veistu það að það skiptir alveg rosalega miklu máli að við pössum að vera góð við hvert annað. Það má ekki gleyma neinum og það má enginn verða út undan. Það er ekki gott að líða illa. Og það er til lag sem fjallar einmitt þetta og það heitir Við setjumst hér í hringinn. Við setjumst hér í hringinn og hendur mætast þá. Því systkin